Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 23. ágúst. Í gærkvöldi, þegar klukkan var 26 mínútur gengin í 10 og hófst eldgos að 9 á Sundhnúkagígsröðinni svokölluðu. Þetta 9. gosið á örskömmum tíma og verður að segja eins og að Íslendingar eru kannski ekki alveg að gera sér grein fyrir því hversu sögulegir tímar þetta eru. Björgunaraðilar voru fljótir að rýma svæðið og við bíðum núna fregna af því hvernig hraunið rennur fram. Vonandi mun bæði Grindavík og hinir mikilvægu innviðir sömuleiðis í Svartsengi bjargast. Hér fjallað þetta í blaði dagsins, glæsileg forsíða Morgunblaðsins sem að dokumentera þetta allt saman og hvet fólk til þess að kynna sér þetta í dag. En það fleira í fréttum, afskaplega sorgleg tíðindi bárust frá Austurlandi í gær þegar að hjón á áttræðisaldri fundust látin í heimahúsi. Talið að andlát þeirra beri að með saknæmum hætti. Maður var handtekinn í Reykjavík í umfangsmikilli lögregluaðgerð skömmu eftir hádegið og þarna sjáum við hvernig Ísland að breytast. Á síðasta 1,5 árinu hafa 10 morð verið framin í landinu. Það eru að verða samfélagsbreytingar sannarlega, en á sama tíma og við horfum upp á þennan breytta veruleika, þá eru Píratar með Björn Leví Gunnarsson að berjast á hæl og hnakka gegn því að lögreglan geti keypt vopn til þess að mæta inn í aðstæður sem þessar. Það trúir því auðvitað enginn maður að fólk með fullu viti vilja að lögreglan mæti misindismönnum sem unnið hafa voðaverk af þessu tagi með túttubyssum eða kylfum einum saman. Lögreglan einfaldlega þarf að geta brugðist við með viðeigandi vopnum. Fyrr í vikunni fengum við fregnir af því að peningastefnunefnd Seðlabankans hefði ákveðið að halda stýrivöxtum bankans óbreyttum í 9,25%. Þessir vextir hafa þar með staðið óbreyttir í 12 mánuði. Miðað við yfirlýsingu nefndarinnar, þar sem að stundu þarf að lesa nokkuð milli línanna, þá má gera ráð fyrir því að stýrivextir muni ekki lækka á þessu ári. Það ennþá mikil spenna í hagkerfinu og það hætt við því að kólnunin sem að þessi stýrivaxtalækkun mun leiða af sér muni taka meiri tíma en við gerum ráð fyrir, en þegar það kemur fram þá megum við sömuleiðis gera ráð fyrir því að atvinnuleysi muni aukast og að ákveðin hluti fyrirtækja muni sömuleiðis leggja upp laupana. Þessi stýrivextir og vaxtastíðin í bönkunum eru auðvitað farið að hafa mjög alvarleg áhrif á mörg fyrirtæki, sérstaklega þau skuldsettu og auðvitað heimilin í landinu sem að mörg hver flýja núna í verðtryggðar skuldir frekar heldur en óverðtryggðar. Við munum fylgjast með þessum málum hér á komandi vikum og mánuðum að sjálfsögðu. En svo úr pólitíkinni. Það hnútukast á milli ríkisstjórnarflokkana eða öllu heldur ráðherra innan hennar. Guðrún Hafsteinsdóttir dómsmálaráðherra, hún boðar áframhaldandi breytingar á útlendingalöggjöfinni. Hún telur að það þurfa að færa löggjöfina meira til jafns við það sem við sjáum á öðrum Norðurlöndum. Við höfum enda séð hvernig þessi málaflokkur hefur farið algjörlega á böndunum á Íslandi á síðustu árum. En formaður VG, hann ekki á sama máli. Hann segir að það sé engin brýn nauðsyn á því að breyta lögunum frekar frá því sem gert var síðastliðið vor. Guðrún, hún mun leggja fram frumvarp þessa efnis, þar að segja í tengslu við þessar breytingar á þinginu núna á hausti komanda og það verður fróðlegt að sjá hvað Guðmundur Ingi Guðbrandsson og samflokksmenn hans sem að sitja í ríkisstjórninni með Guðrúnu og öðrum bregðast við. Þetta og margt fleira hér í fréttum vikunar eftir. Við munum fá hér góða gesti til þess að ræða málin vítt og breytt. Herragarðurinn klæðir þig vel. Væntanlegt í sjónvarpi Símans. Dimma, ný spennuþáttaröð byggð á metsölubók Ragnars Jónassonar. A woman is dead. Put me on the case. He'll tell you were suspended for assaulting an officer. You crazy? The girl throws herself into a glacier. Accident or foul play. I'm going to find out what happened to her. And if someone hurt her, I will find them. I know what you did. These people are monsters. And they're everywhere. I will send them back to the darkness. Dimma hefst 12. september í sjónvarpi Símans. Komið sælað 9. Núna förum við yfir fréttir vikuna með góðum gestum. Það eru þau Hólmfríður María Ragnhildardóttir sem blaðamaður hér á Morgunblaðinu og Eyþór Arnalds sem framkvæmdastjóri og fyrrum oddviti sjálfstæðismanna bæði í Árborg og Reykjavíkurborg.
Komið sæl og blessuð. Þú ert bara oddviti í borgum. Já, nú ég bara frjálsmaður. Já, ekki lengur. Já. Nei. Mér langar til að fara yfir þessi óvæntu tíðindi. Þegar ég boðaði ykkur hingað í settið, þá var nú ekki víst að við myndum ræða jarðhræringar og reyndar ekkert sem benti sérstaklega til þess. Þú ert búin að vera á vaktinni, Hólmfríður, í alla nótt hér á ritstjórn Morgunblaðsins, ekki rétt? Ég veit ekki með alla nótt, en þú har allan áhugjur af því hvernig ég leit út þegar ég mætti hérna í morgun. Nei, þú lítur ágætlega út, en spurningin er, hvernig ber þetta til? Hvenær fór ritstjórnin hérna að fenguð upplýsingar að þetta væri í aðsíði? Sko, við náttúrulega, þetta kemur, hvenær byrja skjálftahrina, eitthvað fyrir 9 og þá var ég nú reyndar ekki búin að taka eftir því sjálf. Ég er mjög duglega að skoða við.is og skjálftana þar en svo er það held ég bara hvort það eru 10 mínútur sem líða. Við reyndar fáum enga tilkynningu hvorki frá almannavörnum né Veðurstofunni að það sé kvikuhlaup yfirvofandi og eldgos yfirvofandi sem mér þótti ákaflega skrítið þannig að það er bara rétt fyrir sem sagt, ætla að sé ekki svona 20 mínútur yfir 9, kvartur í 9 sem að við erum átt okkur á því að það sé eldgos að hefjast og þá bara eru, sem sagt, fyrir að fylgjast með vefmyndavélum og ég held að sé bara, við sjáum kvikuna brjótast upp þar og hendum upp út í frétt 26 mínútur yfir 9. Já, ég sá frétt að kvikuhlaup væri hafið og fór þess vegna inn á vefmyndavélina bara heima og maður sá þetta í beinni útsendingu gerast og það verður þetta í eitt og sér alveg lygilegt að við séum komin í þá stöðu með alla þessa þekkingu og þessa mæla sem ger okkur kleift að fylgjast með þessu í rauntíma. Já. Fyrstu viðbragðsaðila Veðurstofunnar og almannavarna, sáu menn strax að þetta væri svona innan marka, ef það er hægt að orða þannig, að Grindavík væri ekki í beinni hættu eða voru þessar fréttir óljósar fram eftir kvöldi? Sko, við náttúrulega bjuggumst við að þetta kæmi upp á svipuðum staðinn. Það er náttúrulega spurning sko, hvernig sprungan tegir sig, hún er að stækka sig. Hún er að stækka frekar lengi, sprungan. Og það sem þeir höfðu áhyggjur af fyrir gosið var að kvika eða hraun myndi sem sagt flæða jafnvel meðfram þessum sprungum sem hafa þegar opnast og kæmist þannig til Grindavíkur. Þannig að það var ekki alltaf spurning sko, hvort að sprungan myndi sjálf endilega ná til Grindavíkur. Þannig að ég held að þeir hafi verið lengi að fylgjast með þessu. Þeir getur flætt undir garðana og upp aftur í bænum? Undir garðana sem sagt í sprungum sem hafa þegar myndast og þá voru að tala um jafnvel á okkar kílómetra dýpi sko, og þannig að þeir voru lengi að fylgjast með þessu, gerir ég ráð fyrir, og þeir voru alveg 1,5 tíma eftir að gosið hófst voru við að spyrja hvort að innviðir væri í hættu og þá þótti menn þó of snemmt að segja til það. Og svo þarna 11 var að tala að það væri hálftími klukkutíma í að hraunið næði að Grindavíkurvegi. Svo var það ekkert að gerast en svo tókum við bara eftir að sprungan heldur áfram að opnast í norður og skjálftahrina, það sem okkur þótti líka áhugavert er að skjálftahrina sem byrjaði þarna 37 mínútum áður en gosið hefst. Krafturinn í henni helst alveg. Sem er óvanalegt með við fyrir gos. Já, því að skjálftahrina dettur yfirleitt niður þegar að kvikan er að brjótast upp á yfirborðið. Þarna var hún alveg stöðug og við náttúrulega ringjum og spyrjum og þá var það einhverjar skýringar á því að þarna væri vegna þess að virkni væri ennþá svo norðarlega á sprungunni sem var óvanalegt. Yfirleitt er hún miklu sunnar. Og svo þarna þegar ég er komin heim eitthvað 3 og þá sem sagt er ný sprunga búin að opnast aftur sem er þá mun norðar heldur en sem sagt það sem við höfum séð áður. Töldu menn líkur á að Reykjanesbrautin gæti verið í hættu? Ég held að sé nú bara enn að fylgjast með því, gosið er náttúrulega ennþá í gangi sko en ég meina örugglega er ekki allir alltaf stressaður Reykjanesbrautina þegar að byrjar að gjósa þessu svæði. Einmitt. Eyþór, þetta er 9. gosið á stuttum tíma í raun. Ég nefndi hér í inngangi að þetta eru sögulegir atburðir, þetta eru heimssögulegir atburðir að svona marg ítrekuð gos ofan í byggð. Já, vissulega og við erum náttúrulega eldfjalla eyja, svona eins og Hawaii og þar hafa menn þurft að lifa við ítrekuð gos og við þekkjum þetta frá Kröflueldum en að þú segir þetta sögulegt að við vitum mikið úr jarðsögunni og Íslandssögunni að Reykjanesskaginn, hann getur verið eldvirkur í langan tíma og við erum að öllum líkindum að fara inn í þetta kannski 200-300 ára tímabil og ef maður horfir bara frá völlunum og út Reykjanesið og einhverjum þá sér maður að það er ekki mikið jarðvegur, það er ekki mikið mold þannig að allt þetta landsvæði er nýtt og það endurnýjar sig.
Stöðug mótun. Stöður í mótun og endurnýja sig á 700-800 ára fresti og það er bara komið að endurnýjun og við þurfum að lifa við þetta og okkar afkomendur. Ég held að þetta sé bara sá nýji veruleiki. Þetta er ekki 1 gos, þetta er ekki 2 og ekki 9. Það verða fleiri. Við Íslendingar höfum á síðustu áratugum ekki aðeins sótt gull í greipar ægis, við höfum líka sótt gull í yður jarðar. Jarðhitinn sem við stólum á í miklu mæli, hann auðvitað er í raun afleiðing af atburðum sem þessum. Ef við reynum að horfa jákvætt á hlutina, erum við ekki að tappa bara inn á kerfið til framtíðar? Verður ekki hægt að hagnýta þetta? Jú, alveg örugglega og eitt af því sem við þurfum að gera er að tengja kerfin betur saman og búa í haginn fyrir meiri háttar áföll, að segja bæði varðandi það að jarðhitakerfin okkar, hitaveitan okkar, virki þó að hún verði fyrir áföllum og við þurfum að virkja meira, við þurfum að nýta jarðhitasvæði í Krýsuvík og víðar, samtengja kerfið og svo framvegis. Og síðan er það ferskvatsfilman sem er þarna undir að hún getur líka verið í hættu, þannig að við erum bara komin á þetta stig og við þurfum að undirbúa okkur í aðföngunum. En vissulega er þetta gríðarleg auðlind fyrir okkur að hafa jarðhitann og við höfum náttúrulega verið fremst allra þjóða í að nýta hann og við höfum að gera það frá. Eigum að halda þeirra forystu? Já. Talandi forystu, við erum ekki forystu í menntamálum. Ég er að fá hingað á eftir til mín menntamálaráðherrann til þess að ræða stöðu grunnskólans. Það bjuggust nú allir við gúrkutíð í fjölmiðlum í sumar. Þá er ég heldur ekki að vísa í gúrkuskortinn í landinu, heldur fréttaþurrð almennt. Það hefur reynst annað, meðal annars fyrir þinn tilverknað, Hólmfríður. Þú hefur fjallað mjög ítarlega stöðu grunnskólans sem að virðist vera í mikil úlfakreppu og þú nú fengir reynda bátt fyrir víða. Það var ýmsir lagt orðið í belg og sakaði annarleg sjónarmið þegar kemur að umfjöllun þessi mál. Er það ekki rétt metið hjá mér? Jú, ég held ég á Ekstar lesið, ég var sökum kvenfyrirlitningu á Twitter en ég hef bara orðið fyrir vonbrigðum hefði ekki komið fram almennileg gagnrýni. Já. Þó hún mætti stundum vera málefnalegri auðvitað. Þú hefur verið að ræða við fólk vítt og breytt. Það má kannski segja að þetta mál hafi hafist þegar að ráðherra leggur fram samráðsskjal eða svona skjal fyrirætlanir sínar á breytingar á grunnskólakerfinu, sérstaklega matskerfi skólana. Viðskiptaráð leggur orðið í belg og þá varð fjandinn laus. Ég vil nú meina að við höfum byrjað þessu umræðu fyrr þegar Jón Pétur Simson mætir í dagmál til mín. Já. Þá byrjuðum við að ræða og undir lok þáttar þá skorar hann á mig að fjalla almennilega þessi mál. Auðvitað þegar að niðurstöðu PISA komið í desember á síðasta ári að þá byrjar fjölmiðlaumræða og þá töluðu menn mikið að það væri mikilvægt að við myndum ekki missa boltann og við myndum halda þessu umræðu gangandi en svo ég veit ekki hvort hún endist í 2 til 3 vikur. Og komaði niður. Já, svo þetta kom inn á milli skýrsla stöðu drengja í menntakerfinu og svona ýmislegt og þá fer alltaf stað í viku og svo dettur þetta niður aftur og svo bara einhvern veginn bara náðu við að halda þessu svolítið gangandi og það er kannski, þessi gúrkutíð og kannski svolítið bara gott að hann skildi koma því að þá líka fær maður bara svigrúm til að fjalla þessi mál almennilega. Setja þessi mál á dagskrá? Já, setja þessi mál á dagskrá og það hefur ekki verið mikið einhver, við ætlum að fá bara eldgos núna sko, þetta hefði kannski verið öðruvísi hefði verið að díla við einhver fleiri eldgos á meðan í sumar. En hver er staðan? Er kerfið komið að fótum fram? Þú ert búin að kafa hún í allar þessar skýrslur, þú ert búin að ræða við allar þess aðila. Sumir tala eins og allt sé í lukkuna velstandi, kennarasambandi vill reyndar ekki við tölum þetta. En hvernig metur þetta? Sko, þetta er náttúrulega bara þróun sem er búin að vera yfir lengri tíma og kannski það sem vandamáli er að við vitum ekki nákvæmlega hver staðan er. Af því að það hefur ekki verið neitt samræmt námsmat í svo langan tíma. Við erum að tala það að síðustu samræmdu könnunarprófin voru árið 2020 og 2021 og fyrirlagning þeirra misfórst. Þannig að leggja mat á kerfið er einmitt erfitt og eina sem við höfum eru þessar PISA-mælingar sem eru lagða fyrir að jafna þig á 3 ára fresti, það reyndar þurft að frestin út á COVID síðast. Þannig að staðan er einfallega þannig að við vitum ekki hver staðan er nákvæmlega og það er það sem er svo slæmt.
Helgi Grímsson sem yfir skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar, hann segir bara að borgin hafi ekki verið að leggja áherslu að PISA heldur, þannig að einhver leið fyrir okkur að mæla þetta eða leggja mat á þetta? Er þetta kannski bara eins og ég spyr allt í lukkunar velstandi? Hvernig metur það í þú? Ég hef miklar áhyggjur af þessu og manni finnst þetta gerast hratt í raun og veru, sko. Það er eins og sagt hvernig verður maður gjaldþrota, það verður það smátt og svo skyndilega. Þetta er átt langan aðdraganda, en síðan verður þetta eins og hrun í kletti. Það byrjar að molna úr og svo hrynur það. Og allar vísbendingar sem við höfum eru neikvæðar. Það er að segja að við erum að sjá bæði í lesmælingum sem voru 11-12 ára skeiðum í Reykjavík og víðar. Að þar hrakaði lesskilningi og menn voru sammála um að það væri komið á hættustig. Við getum notað það jarðfræði hugtak. En nú eru bara mælingarnar að benda til þess að við séum komin á neyðarstig. Og þá er skylda okkar að grípa inn í hvort sem við erum foreldrar, sveitarstjórnarmenn, ráðherrar og svo aðrir sem eiga að hafa eftirlit með þessu. Og mér finnst alveg frálegt að kennarasambandi sé að reyna að þakka niður umræðina. Mér finnst það algjörlega frálegt. Og ég var mjög ánægður með umboðsmann barna sem steig inn í umræðina og sem verndari barna og kallaði eftir að menn tækja á þessu að festu. Það er mjög mikilvægt í öllu, alveg sama hvort það eru skólamál eða önnur mál, að menn hafi markmið og menn hafi mælanleg markmið og menn mæli hvort þeir sé að ná markmiðunum ekki. Þetta hefur ekkert með kennslu að gera í sjálfu sér, heldur með allt í lífinu, hvort sem er að reyna að taka sér aukakílóin eða í ólympíuleikunum eða hvað sem það er. Rekstri fyrirtækja og að ef þú sleppir mælanlegum markmiðum, ef þú sleppir ekki setja þig markmið, sleppir þig mælanleg, þá ertu í myrkri og þá endar þetta illa. Er þetta rétt upplifun hjá þeim sem stendur og horfir á þetta utanfrá, að kennarasambandið og þessir aðlar sem að kannski véla kerfið að halda utan kerfið hvernig tíma, að þeir vilja ekki fá þessa ytri umræðu? Þeir hafa brugðist mjög harkalega við viðskiptaráði, jafnvel foreldrar sem hafa lagt á því belg og vísa ég þar í sjálfa mig eru bara barðir niður og sagt þetta kemur ykkur ekki við, þegar ekki þekking á þessu. Er þetta viðkvæðið eða er þetta ykkur viðkvæmni af minna hálfu? Sko maður upplifir það þegar maður einmitt að ræða þá annarkvort við kennarasambandið eða einmitt Helga Grímsson hjá skóla- og frístundaráði að þetta sé vandamál, að virðast allir vera meðvitaðir að þurfa að laga eitthvað. En fólk vil bara svolítið fá að gera það í friði og ekki þannig að sé verið að fylgjast með hver árangurinn sé. Og að birta upplýsingar opinberlega, það virðist vera eitthvað sem að tilhugsunin hræðir marga. Og það er verið að tala að það sé ósanngjarnt að birta þessar upplýsingar af því að það sé svo margar aðra breytur sem skipta máli eins og menntunarstig foreldra og tekjubakgrunnur og eitthvað svoleiðis en auðvitað er það að birta þessar upplýsingar opinberlega, það er náttúrulega bara á ekki að þetta er ekki gert til þess að vera með einhverja medalíur hvaða skólar standa þessi best, þetta er bara gert til að við séum með þessar upplýsingar á hreinu. Og það er hægt að bregðast við þessum mennur ekki að standa þessi vel. Já, akkurat og þetta er ekki gert til þess að ná sér niður okkur kennurum eða skamma okkur kennara, þetta er bara upplýsingar sem við þurfum að hafa, þetta er pólitískt mál, við þurfum að vita hvernig við erum að standa okkur í að reka þessa skóla og þetta væri það í hag barnanna að þetta væri birt opinberlega til þess að við getum ráðist í umbætur, það sem þessi þörf eins og Helgi Grímsson tala þeir eru að vinna með einhverju upplýsingar, eitthvað meðaltal sem var tekið frá 2016 til 2018 til að ákvarða hvað skólar þurfa á fjármagni að halda. Hvernig vitum við hvort að þessar umbætur eru að skila sér, hvort þetta fjármagn sé að skila sér og þannig að það skiptir máli? Ég spurði skólastjóra hvernig metur árangurinn af skólastarfinu hjá þér og hann sagði strax, við tökum ekki mark á samræðaprófunum og PISA er heldur ekki eitthvað sem við erum að horfa til. Þannig hann svaraði ekki spurningunni. Þannig ég spurði hann aftur og sagði, en hvernig metur þú þá árangurinn? Já, það er nú kannski fullsnefnt að meta það, en við erum þó mjög ánægð með það hvernig við komum út úr sjálfsmatinu. Og það var það sem var mælikvarðinn. Og þá spurði hann, og hvenær telurðu að þú vitir hvort að þið hafi verið á réttri leið? Já, það er kannski eftir svona 10 ár, þá kannski vitum við hvernig við höfum verið að standa okkur. Og það er náttúrulega ansi seint. Mikið vatn runnið til sjávar á þeim tíma? Já, við gerum kröfur rauntíma upplýsingar allt mögulegt. Við viljum vita hvað
löng bið eftir því að þeir verðum að ná sambandi með einhvern í þjónustuveri og svo framvegis. Dominos Pizza, hvenær hún að koma og svo framvegis. En að það er að bíða í 10 ár eftir því að vita hvort að börnum hefur gengið vel. Já, það er einfallega 10 árum og mikið. Leikskólareikningin sem Einar Þorsteinsson borgarstjóri vísaði hér hjá mér í síðustu viku, hann sagði verið í sumarfrí til 1. desember. Hann er í orlofi. Hann er í orlofi, sumarorlofi. En á sama tíma get ég farið inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar og fengið rauntíma upplýsingar hversu margir eru ofan í Árbæjarlauginni eða Laugardalslauginni. Þannig að það mennur þetta með áherslunar á réttum stöðum þegar kemur að þessum rauntímamælingum. Talandi rauntímamælingar og mælingar yfir höfuð, áætlanir, ný áætlun í sambandi borgarlínu og samgöngusáttmála var kynnt núna í þessari viku. Þetta er orðið tröllaukið verkefni, ekki bara framkvæmdarlega séð, heldur penningalega séð. Já. Þeir stefndu á 120 milljarða í upphaflega samningi, nú er þetta 300 milljarðar, það er búið að lengja áætlununa til 2040. Ef þú varst inn í borgarstjórn, verða þetta 300 milljarðar eða verða þetta 600 milljarðar? Þetta verður örugglega meira og það var nú varað við því að þetta væri léleg áætlun í upphafi, en í raun og veru er stærðargráðan orðin slík að það er ágætt að setja hann í samhengi. Þessi 300 milljarðar eru svipaðir og ICEF samningarnir voru verðtryggðir, og ef við horfum á þetta miðað við svona stórkostlega áföll sem að þjóðir hafa lent í, að þá er framúrkeyrslan, bara framúrkeyrslan, ef við bara tökum þessu 120 milljarða og bætum í og sem verðtrygging 160, að framúrkeyrslan er $1 billion. Það er að segja, það er $1 billion framúrkeyrsla miðað við verðtryggðarsamning, og það er álíka stærðargráða og miðað við fólksfjölda, og björgunarpakki bandaríska þingsins var hérna í bankahruninu. Þannig að bara 2009, þannig að bara framúrkeyrslan á milli þessara tveggja samninga á 5 árum er á þessari stærðargráðu. Nú, það var mikil samhljómur og fögnuður og mikil gleði í kringum þessa undirritun á endurskoðun samgöngusáttmála, og þá rifjast svona svipaðar myndir upp fyrir manni, ekki bara 2019 þegar að samningurinn vanreiknaði var kynntur með lúðrablestri, heldur líka fyrsti samningurinn sem er ágætt að rifja upp, sem er frá 2012. Þá var nefnilega gerður 10 ára samningur milli ríkisins, þegar að ríkisstjórn Jóhönnu var, og sveitarfélagana að stoppa allar framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu, mislæg gatnamót og allt svoleiðis sett á ís. Og í staðinn færi peningurinn, vegaféð, beint inn í almenningssamgöngur, og þá átti að tvöfalda hlutdeildsstrætó úr 4% í 8% á 10 árum. Síðan var þetta tilraun með mælingarmarkmiðum, og það var farið á hverju ári og athuga hvernig gengi, og það gekk akkurat ekki neitt, engin árangur. Og samt hættu menn ekki? Nei, menn voru að tala með milljarða ári, svo fara menn í 120 milljarða og núna fara menn í 300 milljarða. Hættan er svo að það er sama hvað þú setur mikla peninga í málið, ef þú setur ekki rétta staði, að þá mun þetta ekki lagast. Við höfum nú verið að fjalla framúrkeyrslur í verkefnum ýmiss konar, bara eins og við Hornafjarðarfljót, gríðarleg framúrkeyrsla sem veldur því að aðrar framkvæmdir sitja á hakanum. Hólmfríður, þú fylgist nú með þessum fréttaflutningi. Hvað er þetta með áætlanagerð og fjármál ríkisins? Getur maður ekki alltaf bara nánast tvöfaldað fjárhæðina miðað við það sem að menn gefa upp? Jú, maður er löngu eftir að gera ráð fyrir að þetta standist. Og maður þarf einhvern veginn, við þurfum eiginlega, held ég, að fara að taka viðtöl við þetta fólk sem sér þessari áætlanagerðir, komist að því hvort sé ekki lagi með þessa vasareikna sem eru að styðjast við. Kannski er þetta spurningu lesskilningin margfræga? Já, ég meina, maður spyr sig, og ekki er það þá að fara að batna. Nei, áætlanir munu vesna, það er PISA-kannunina. Þetta er, það er búið undirritað þetta. Erum við ekki först í þessu neti, er hægt að vinda ofan að þessu? Já, þetta er undirritað eins og þetta sé fait accompli komið, en þetta er ófjármagnað því að það vantar þarna meira en 100 milljarða, þrátt fyrir að Keldnalandi hafi verið sett inn. Keldnalandi sem átti að nota í lífskjarasamningnum sem hagstætt húsnæði, en er núna í maximarað bara inn í þennan samning. Þeir hafa hagsmuna því að pumpa eins mikið lóðaverð út úr Keldnalandinu og mögulegt er. Já, og Keldnalandi var sérstaklega tilgreint. Það var eina landsvæðið sem var sérstaklega tilgreint í lífskjarasamningunum
að það var hægt að byggja upp hagstætt húsnæði. Það var ekki gert. Í staðinn var það sett inn til þess að reyna að fjármagna gatið í borgarlínumálinu og síðan núna þá gat sem að enginn ætlar að borga og það eiginlega liggur í loftinu að það sé gert ráð fyrir því að eftir nokkur ár þá verði lagður á sérstakur svona skattur á höfuðborgarsvæðið umfram almenna gjaldtöku af akstri, þannig að maður borgi almenna gjaldið og síðan annað gjald sem getur orðið nokkur 100.000 krónur á ári fyrir fjölskyldu. Nokkur 100.000? Það getur orðið það. Já. Út af þessu kerfi? Já, það gatið. Og síðan vantar í pakkan, þetta svolítið eins og naglasúpa, ef að menn muna þá sögu þegar að ferðalangur ætlaði að bjóða bónda upp á súpu og kom með nagla og sagði að vantaði ekki nema nokkra kartöflur og smá krydd og bóndinn kom með allt saman og svo vantaði bara smá kjöt og svo borðaði bóndinn súpuna og sagði þetta ótrúlegt og alltaf einum nagla og þetta pínlítið þannig vegna þess að pakkin núna, þó hann sé í 300 milljörðum, þá ekki Sundabrautin í þessu. Það ekki rekstur almenningssamgangna sem að munu kosta 20 milljarða á tímabilinu sem enginn búinn að lýsa sig tilbúin til að fjármagna og ekki búið að gera ráð fyrir fjárlögum. Þannig að það vantar ennþá alveg fullt af atriðum inn í þetta og svo annað sem líka mjög slæmt og það hvenær kemur kakamönnu jólin eins og segir í kvæðinu að stóru framkvæmdirnar sem við svona fólk mest að kalla eftir eins og bústaðavegurinn eða laga ljósastýru gatnamótin á Miklubrautinni farið aftast. Í fyrri samningnum þá átti að klára bústaðaveginn gatnamótin þar 2023. Núna verið að henda þessu inn í framtíðina og maður óttast það að það sem síðast í biðröðinni að það muni bíða enn lengur. Kannski til eilíðar. Mögulega. Bara rétt í lokin, Hólmfríður, að því að við erum með stóra fréttir hér bæði á forsíðu blaðsins en líka á síðu 2, þetta eiginlega 2 forsíður má segja út af þessum atburðum á Sundhnúkagígsröðinni. Þetta skelfilega morð í Neskaupstað og tölfræði sem að þið takið hér saman 10 morð á 1,5 ári á Íslandi. Hvað segja sérfræðingar þetta? Morðtíðnin að aukast? Ísland að verða hættulegri staður að búa á? Sko, fram að þessu hafa afbrotafræðingar mikið talað að þetta sé kannski eðlileg þróun í takt við fólksfjölda en auðvitað líka talað að vopnaburðir séu aukast og að það sé að verða fleiri alvarlegri ofbeldisglæpir. Þannig að það svona, þeim við tísa þetta en auðvitað hlýtur þetta að vera óeðlileg þróun og allavega ekki þróun sem við erum tilbúin að sætta okkur við. Þetta vitum við voða lítið þetta mál sem varð í Neskaupstað í við vitum ekki alveg hvenær það var reyndar. Gærðafyrradag? Já, gærðafyrradag. Og eins og segir, ég meina þetta kallar bara 2 forsjur, ég held að sé í fyrsta skiptið, meirist allan á sem að við notum steinskrift á síðu 2 Frægu svona stórviðburða, fonturinn. Á síðu 2, maður hálf trúði ekki þegar maður frétti af þessu máli í gær að svo já. Einmitt. Þetta eru mikið tíðindi. Við sendum hlýjar kveðjur austur á Norðfjörð og hlýjar hugsanir til samfélagsins þar auðvitað sem á sárt að binda vegna ýmissa ógurlegra atburða. Ég þakka ykkur tveimur fyrir að koma hér í settið að ræða þessa atburði eins og fleiri aðra stóra, Eyþór Arnalds, Hólmfríður María Ragnhildsdóttir. En hér eftir örfáa sekúndur sest við borðið Ásmundur Einar Daðason, hann mennta- og barnamálaráðherra. Ég ætla að ræða við hann þessi mál sem komu fram hér í tali okkar áðan, grunnskólakerfið okkar sem fer með fjöreg þjóðarinnar. Ný kynslóð Toyota CHR. Hver lína skiptir máli. Toyota, förum lengra. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM. Bónusréttur mánaðarins gómsættur spagetti bolognese einstaklingsréttur. Bónus með þér í liði. EQE SUV nær 9 hæðum með rafmögnuðum lúxus og alltaf 550 km drægni.
Askja Krókhálsi. Njóttu þess betur að grilla í sumar með Weber. Það jafnast einfaldlega ekkert á við það. Weber á Íslandi, weber.is. Komið sælað 9. Hingað komin ráðherrann Ásmundur Einar Daðason sem barna- og menntamálaráðherra og hann fer yfir sviðið þessa dagana, ræðir stöðu grunnskólakerfisins af miklu móð og ég ætla að pumpa hann hér með nokkra spurningar sem ég tel að skipti bæði nemendur þessa lands máli, foreldra þeirra og auðvitað kennarastéttina. Blessaður og sæll. Sælir. Það nokkuð ofsögum sagt að það hafi, gustað dálítið þig út af þessum málaflokki að undanförnum? Nei, mér finnst bara jákvætt að þessi umræður grunnskólakerfið og skólakerfið og málefni barna. Við erum að vinna breytingum á grunnskólakerfinu. Það ekkert óeðlilegt að þegar við erum að ræða til að mynda breytt námsmat, ný námsgögn, skólaþjónustu, nýja stofnun og aðgerðir sem við erum að sjá svona komast til framkvæmda að það sé skipst á skoðunum og það bara hollt og í lýðræði samfélagi og bara ánægjulegt að taka þátt í því. Þegar maður skoðar stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar sem núna hefur bráttsetið í 8 ár en ég að vísa í nýjasta sáttmálan frá 2021. Þar boðuð stórsókn í menntamálum, upp úr og niður úr og þið hafið sannarlega talað fyrir því að við bæta fjármagn inn í kerfið. En á sama tíma leyfi ég mér að segja, blasir það við að þetta kerfi í mólum. Þú nefnir nýja stofnun í kringum menntamálin, hún stofnuð á grunni eða á rústum annarra stofnunar sem hreinlega var lögð niður. Hér ekki samræmd könnunarpróf vegna þess að kerfið var allt í lamasessi, námsgögnin í ólestri, skólahúsnæði vítt og breitt landið miklað. Kjörtímabilið að verða búið. Þetta ekki of seint í rassinn gripið? Já, það auðvitað mjög mikilvægt þegar þú ert að ræða breytingar á skólastarfi og allt sem þú nefnir hér og ég hef farið yfir líka undanfarið og tengist þessum málum, eru breytingar sem í eðli sínu taka ákveðinn tíma. Þetta eru grundvallarbreytingar, aðdragandi þeirra rammaður inn í menntastefnu til 2030. Við erum að vinna að aðgerðaráætlunni núna sem tengist fyrsta áfanga þessarar menntastefnu. Þannig að við má kannski segja að við erum að komast inn í þann kafla þar sem að aðgerðirnar fara að koma til framkvæmda. En átti það ekki að gerast bara í upphafi kjörtímabilsins? Þú verður ekki mjög ósannilega samkvæmt tölunum í ráðherraembætti og yfir þessum málaflokki þegar að þessum málum verður í raun og veru ýtt almennilegur vörn? Já, það auðvitað þannig að undirbúningurinn tekur tíma, aðgerðirnar taka tíma. Menntastefnan hugsuð þannig að við ætlum okkur að ná til 2030 grundvallar breytingum á menntakerfinu. En þessi vinna þá undirbúningsvinna, hún búin að standa í 3 ár? Ég hef þá tilfinningunni þegar ég skoða fréttirnar að þetta séu einhvers konar neyðarviðbrögð sem að kannski hafi fyrst og næst komið í ljós eftir COVID, kannski 2023 og síðan á fyrirhluta þessa árs. Nei, það þannig að aðgerðirnar eins og til að mynda bæði námsgögnin, líka varðandi matskerfið og skólaþjónustuna og nú við ný stofnun að fara í verkefni varðandi samhæfingu þegar kemur að börnum með erlendan tungumál og menningabakgrunn. Allt þetta verkefni sem búin að komast á framkvæmda stig og erum að vinna líka bara í mjög þéttu samstarfi við skólayfirvöld, við háskólana, við sveitarfélögin, vegna þess að það líka þannig að það hefur í gegnum tíðina í allt og miklu væli vil ég meina, þá hafa grunnskólakerfi sem rekið af sveitarfélögunum og síðan ríkið með framhaldsskólakerfið og ákveðna hluta sem að lúta eftirlit og öðru. Það hefur verið allt og lítið samtal og samvinna á milli þessar aðila. Og menntastefnan í rauninni færir aðilina nær hver öðrum vegna þess að það auðvitað ekki að vera þannig að þegar að kemur að námi barnan okkar að þá séum við ekki að vinna þetta saman ríkið og sveitarfélögin. Þannig að grundvallar breytingar sem að verið að stíga núna eru kannski að komast núna fyrst til framkvæmda þannig að það ekki vorkunn gagnvart þeim sem að hér situr. Ég held að sé frekar Lilja Alfreðsdóttir sem setti þessa vinnu á stað gerði sér grein fyrir því að svona breytingar taka tíma, menntastefna sem var samþykkt
og nú erum við að komast til aðgerða og við sjáum það og erum í vaxandi mæli núna eru verkefni þar sem við erum inn í skólunum, erum að vinna með sveitarfélögum inn í einstaka skólum, einstaka sveitarfélögum og við munum sjá það fara að aukast mikið bæði núna í vetur eða síðasta vetur, núna í vetur og svo vetur og eftir. Þetta eru mörg og góð orð fögur fyrirheit og samvinnu milli aðila en við sjáum það til þess með samræmdu könnunarprófin sem að þau eru bara klessukerð út af lélegu tölvukerfum, einhvers konar niðurbrot í stjórnsýslu menntamálastofnunar. Þessu kerfi bara sópað undir teppið og sagt að það tekur nýr matsferil við en það verður hér eftir næstu í hálfan áratug. Þannig að við sjáum hér kerfi þar sem að eru í raun og veru engir samræmdir mælikvarðar og kerfið virðist ekki hafa burði til þess að láta eitt kerfi virka á meðan að annað ekki komið til staðar. Þetta virkar eins og eitt stórt þrot. Já, ég held að við þurfum að skoða þetta í samhengi og þegar að verður að ræða samræmdu könnunarprófin, þá þurfum við að fjalla þau með hvaða hætti þau voru uppbyggð. Þau voru auðvitað hætt að þjóna þeim tilgangi sem að þau gerðu þegar þau voru inntökuprófi inn í framhaldsskólana. Af hverju voru þau hætt að þjóna því? Já, það er lengra síðan það var gert. Þau voru ekki notuð sem inntökuprófi inn í framhaldsskóla með sama hætti. Og það var gert reyndar í tíð, það er nokkri menntamálaráðherra síðan það var. Síðan þessi könnunarpróf voru ekki að nýtast með gagnvirkum hætti inn í skólastofunni eins og hugsunin með matsferli og hann þegar byrjaður að virka sem slíkur. Hvað gagnvirkur háttur á svona prófi? Já, það sem munurinn, klára þetta með samræmdu prófin, þau ekki að nýtast með gagnvirkum hætti, með sama hætti og matsferillin að gera. Hvað að nýtast með gagnvirkum hætti? Ég sé að þið talið mikið þetta, en ég skil bara ekki hvað það Nei, ég ætla að útskýra það svo fyrir þér. Síðan í þriðja lagi þá það hárrétt hjá þér að tölvukerfi og annað voru ekki að ráða við þetta og þegar þú horfir á þessa stöðu og ert að velta fyrir sig hvernig getum við látið þetta nýtast dag frá degi inn í skólastarfinu þá var það skynsamleg ákvörðun á þeim tíma að fara inn til þingsins og óska eftir því að heimild til þess að undirbúa matsferil með það að verkefni handtæki við að þessu samræmdu prófum og þingið samþykkti það með öllum greiddum atkvæðum og það hefði ekki verið gert nema að þessi gömlu samræmdu próf voru hætt að þjóna þeim tilgangi sem þau gerðu árum áður. Menn hætt að nota þessi samræmdu próf bara að því að tölvukerfið var ónýtt? Nei, ekki einvörðungu. Og að því að það var einhver ofur áhersla á að hafa þessi próf rafræn? Ekki einvörðungu, en síðan... Þau höfðu þó þann kost að þau gáfu mönnum tækifæri til að mæla hluti samræmt. Þegar þau eru slegin af þessi próf, þá engin annar mælikvarði sameiginlegur yfir skólana. Síðan markmiðið með nýjum matsferli og þessum ætla ég að útskýra fyrir. Sem verður til bara þegar ég verð komin á eftirlaun. Ekki rétt hjá þér vegna þess að lesfimiprófin eru þegar komin í notkun og ekki bara í notkun, þau eru í 90 til 100% notkun yfir landið. Stærðfræðin, þeir voru að flýta því, það átti ekki að vera fyrir 2026. Leið mér nú að útskýra matsferilin vegna þess að munurinn á samræmdu prófunum annars vegar og matsferlinum hins vegar það að matsferilin hugsaður til þess að fylgjast með framvindu viðkomandi barna yfir tíma. Akkur eru 90 til 95% að nota hann í dag. Það vegna þess að hann virkar sem verkfæri. Hann virkar sem verkfæri inn í skólastofunni til þess að geta fylgst með framvindu barnsins og stigið fyrir inn. Ekki bara það, síðan virkar þetta líka og hugsunin og það þótti mér nú í sumar og ég held að það hefur nú verið það leiti sem þú bauðst mér í þennan þátt, þá stóð umræðan sem hæðst það að sá sem hér sæti ætlaði að standa fyrir því að afnema allt samræmt námsmat í landinu. Það hefur aldrei staðið til vegna þess að hinn anginn á þessum matsferli sá að hann hugsaður þannig að við getum tekið út úr honum ákveðna tölfræði, það verði ákveðni þættir sem verði skyldubundnir. En hann verður ekki til fyrir eftir mörg ár. Nei, það ekki rétt. Nú lagafrumvarp komið inn í samráðsgátt og loksins erum við komið með lagafrumvarpið fram vegna þess að það erfitt að vera í samtali eitthvað sem eru áform en ekki orðið lagafrumvarp. En áformin eru sett fram til þess að eiga samtali. Já, og sem var jákvætt og hefur bara skapað þessa miklu umræðu og í rauninni hjálpað okkur við að kynna matsferilinn. Og þar flýtiði hinnu samræmdu mælikvörðum varðandi stærðfræðina? Nei, sko, það sem að
Ætlun mín sem ráðherra auðvitað að keyra þetta eins hratt og mögulegt Hvenær verður hann kominn á? Við erum með nýja stofnun sem var að taka við verkefni. Ég hef lagt áherslu á það að keyra þessi verkefni eins hratt áfram og mögulegt Frumvarpið gerir ráð fyrir því að þetta samræmda mat hefjist 2025 í íslensku og stærðfræði. Samhliða þessu erum við... Ætluðu að gera það, það ekki seinna? Þið eruð að ýta þessu fram? Í áformaskjalinu var gert ráð fyrir því að þetta myndi hefjast í byrjun árs 2025. Stofnunin sem að nýbúið að endurreisa tók til starfa 1. apríl sem þjónustustofnun. Byggir á grunni eldri stofnunar? Jú, en með annan tilgang. Hún hafði, vegna þess að við viljum að þessi matsferill nýtist sem þjónustutæki, aðstoð við börnin okkar inn í skólastofunni dag frá degi en ekki sem ein punktstöðumæling einhvers staðar í lok skóla eða á miðju skóla. Hvernig geta menn, og það það sem þið viljið eða hafið ekki svarað, hvernig geta menn leyft sér að afnema mælikvarða svo árum skiptir og segja við munum einhvern tímann í framtíðinni 2025, 2026 eða 2027, hvernig það verður, innleiða nýjan mælikvarða? Það verður 2025, haustið 2025 og það segir kannski okkur til hvað þessi gömlu samrændu próf voru hætt að virka að Alþingi Íslendinga með öllum greiddum atkvæðum samþykkti að skapa þetta svigrúm og nú erum við að koma með, býtu, leið mér að klára, nú erum við að koma með frumvarp inn í þingið sem gerir ráð fyrir því að þegar þessum tíma lýkur næsta skólaár þá hefjist samræmt námsmat í íslensku og stærðfræði á grundvelli þessa nýja matsferils en ekki bara það Stefán, vegna þess að það eitt sem má aldrei rífa úr samhengi þegar þú ert að ræða þessi mál. Það að geta unnið með breiðari grunngagna og það nú eitt af því sem að ég hef verið talað að ég hef ekki áhuga og það að vinna með gögn í málefnum barna. Ég hef mikinn áhuga á því og nú erum við að hefja verið að prófa hann núna og reiknum með þeir geta innleitt hann í byrjun nýs árs eða lok þess á byrjun nýs árs nemendagagnagrunn sem í fyrsta skipti heldur utan öll börn í íslensku samfélagi og tengjum saman matsferilinn inn í þennan nemendagagnagrunn sem gefur okkur tækifæri til þess að vinna á miklu gagnvirkari hátt með öll gögnin í skólasamfélagi. Þetta svarar ekki spurningunni. Hversu oft þið notið orðið gagnvirkur eða gagnagrunnur hér í þessu þætti, þá svarið við spurningunni ekki komið fram. Hvernig ætliði að mæla eða fá samræmda mæling á skólana 2022, 2023, 2024, sennilega 2025 þegar menn að pröfukeyra alla þessa nýju mælikvarða. Hvernig getið þið leyft ykkur sem æðstu yfirmenn þessa kerfis, hvort sem þetta Alþingi Íslendinga eða ráðuneytið, að afnema þessa mælikvarða? Hvernig ætlið að leggja mat á stöðuna hjá þessum árgöngum sem að falla þarna milli skips og bryggju? En þarna ertu þá líka vegna þess að það þannig að þú verður að skoða samrændu prófin og hvernig þau voru að nýtast á sínum tíma. Þau voru ekki að gefa þessa mynd með þeim hætti og hefur komið fram í umræðinni og þess vegna... Voru þau ekki, þetta voru aðalega uppreist hjá skólastjórnendur vegna þess að tölvukerfin út af ofuráherslu á að hafa þetta rafrænt, að þetta var uppreist skólastjórnenda sem voru orðnir þreyttir á því að tölvukerfin hrundu æjófan í þegar var verið að taka prófin. Hefði þeir ekki verið í lóga lagi sem svona framsóknar íhaldsmann eða setja bara pappírinn fyrir börnin aftur eins og þegar ég held reyndar að ég sé ekki íhaldsmaður, ég myndi nú frekar segja að ég væri frekar framsækin og þær breytingar sem við erum að kynna núna meðalans á þessu matskerfi og þú berð saman þessi tvö matskerfi Stefán, þá þetta bara svo að bera saman epli og appelsínur. Hugmyndin og það sem við erum með þetta handan við hornið að vera með miklu öflugara matskerfi heldur en hefur bara nokkuð tíma sést á íslensku skólastarfi og veistu hvað það merkilegasta? Að það með fleiri punktstöðumælingar og veistu hverju það nær líka? Það nær því að nýtast dag frá degi inn í skólastofunni fyrir kennaran til þess að þjónusta börnin okkar og það þess vegna sem kennararnir að nota þetta dag frá degi. Þú segir að þetta verði innleitt 2025. Já, við erum að gera ráð fyrir því í lagafrumvarpinu að lagaskyldan verði það. Þið að gera ráð fyrir því. Ég ætla að leyfa mér að efast það að það takist vegna þess hvernig bæði forstöðumaður þessara nýju stofnunar talar og hvernig þið hafið talað og aðeins breytt áherslur hér bara síðustu vikur í tengslum við umræðu sem enda til hér á síðum Morgunblaðsins. Og það annað sem að vekur
ugg með mér og ugg í brjósti yfir þessu. Það mál sem að tengist þessu nokkru leyti og varðar skýrslu framkvæmd skólastarfs í grunnskólum, samkvæmt lögum nr. 91 frá 2008. Þessi skýrsla var síðast lögð fram 2018 til 2019 fyrir skólaárin 2010 til 2016. Það er að verða komin áratugur frá því að þingið hefur fengið einhverja yfirsýn yfir stöðu grunnskólans. Umboðsmaður barna kallaði eftir því að þessi skýrsla yrði birt fyrir síðustu ár, það gerði hann 13. apríl 2022. Þið sögðuð í svari þá að þann 3. maí 2022 að fyrir lok þess árs yrði skýrslan lögð fram fyrir árin 2017 til 2021. Þessi skýrsla ekki ennþá komin fram og þetta þó lögbundin skylda á ráðuneytinu. Hvað í gangi inn í stofnuninni? Já, það til þess að fjalla þetta, þá vil ég nú bara segja það að við erum búin að vera að fara hér yfir verkefni, stór frumvörp sem að koma inn í þingið. Við erum búin að fara yfir endurskipulagningu stofnunar, við erum búin að fara yfir endurskipulagningu ráðuneytisins. Ég hef lagt áherslu á það í mínum störfum að við eigum að gera allt sem við getum til þess að keyra þau mál áfram. Það að segja verkefni sem við erum að vinna sem sannarlega tengjast breytingum á skólastarfi. Þetta var upplýsingaskyldu og ég ætla svo að svara þessu. Það hefur haft áhrif meðal annars á framgang ýmissa annarra mála. Að sjálfsögðu eiga ráðuneyti að standa sig þegar kemur á svona löguðu. Sem betur fer erum við komin svona á betri stað með það og þessi grunnskólaskýrsla til að mynda væntanlega inn í þingi núna á fyrstu misserum. En þó vil ég segja líka þetta að það hefur ekki orðið meiri dráttur á þessum skýrsluskilum heldur en gengur og gerist og hefur gerst í gegnum tíðina. Þannig að við höfum verið að keyra málin áfram, það sannarlega hefur tekið í þessar breytingar sem við erum að vinna að. Lögin þessi lög frá 2008 kveða á það og þetta lagaskylda að þeir skili þessari skýrslu til þingsins. Ráðuneytið búið að brjóta lög. Já, þessi skýrsla væntanlega inn til þingsins. En þetta lögbrot. Þessi skýrsla væntanlega inn til þingsins núna á fyrstu misserum þessa haustþings. Og hún átti að koma 2022. Jú, við munum ekki eins og hvar við vorum 2022. En Stefán, það mikilvægt að skila skýrslum, það mikilvægt að ráðuneyti standi sig, en það skiptir líka máli að koma aðgerðum áfram. Og ég hef lagt áherslu á það. Það skiptir máli að fylgja lögum. Ég hef lagt áherslu á það, við keyrum aðgerðir áfram í íslensku menntakerfi, stöndum okkur í atriðum sem að þarf að gera, eins og skýrsluskil, og ég búin að segja það að við eigum að bæta okkur þegar kemur að því. Þessi skýrsla væntanlega inn til þingsins núna á fyrstu misserum þessa haustþings og það verður gaman að ræða hana þá. Ef ég tekinn fyrir ofræðan akstur á Reykjanesbrautinni á ég að svara því til gagnvart lögreglunni að maður eigi að reyna að standa skil á umferðarlöggjöfinni? Nei, en ég að segja þér það. Þetta lögbrot. Þessi skýrsla væntanlega inn til þingsins á fyrstu dögum, á fyrstu misserum þessa haustþings. Ég nefni þetta einfallega vegna þess að þið segið þessi matsferill komin á 2025 miðað við svona virðingu ykkar við tímamörk og annað í þessari mikilvægu upplýsingagjöf til löggjafarvaldsins, fjárveitingavaldsins, þá hljóta menn að spyrja sig hvort að þetta séu raunhæfar tímasetning. Já, það þannig að ég held að sá kraftur sem við erum með núna í matsferlinum og í raunar öðrum málum, við vorum að kynna nýtt frumvarp námsgögn líka, ég held að það sé algjörlega ljóst að krafturinn sem komin í þessi mál inn í nýrri stofnun, í samstarfi ólíkra aðila, að við eigum og ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til þess að við getum fengi matsferilin til þess að fara á stað næsta haust og enda verða öll undirbúningsvinna, gagnagrunnar og annað sem að því tilheyrir tilbúið á þeim tíma. Mér langar til að spyrja út í dálítið tæknilegt atriði varðandi nýja matsferilin. Hann sagður vera samræmdur og miðlægur, en hann líka matskendur, hann færir skólastjórnendum og kennurum talsvert mikið svigrúm í því hvernig þeir leggja þetta fyrir nemendur, hvað þeir leggja fyrir nemendur og jafnvel hvaða nemendur þetta lagt fyrir og það verið að leita styrkleikum hvers og eins. Hvernig getur þetta þjónað þeim tilgangi að fá heildstætt yfirlit yfir það hvernig nemendur að standa sig, hvað sem það eftir árgöngum eða skólum. Ég nefni dæmi sem hefur komið fram sem tengist skólaeinkunninnar, sem þetta virðist vera að færast aðeins meira í átt að þessu skólaeinkunnakerfi.
Verslunarskóli Íslands. Nei, það reyndar ekki rétt vegna þess að þetta eru samræmd próf, sko. Já, þau eru samræmd, það mjög valkvætt hvenær þau eru lögð fyrir og jafnvel hverjir taka þau og annað í þeim. Ákveðnum prófaglugga og ég meina það líka þekkt að samræmdu prófin, það voru ekki alltaf allir nemendur sem tóku samræmdu prófin. Við vitum með skólaeinkunnir. Þannig að þetta er ekki alveg rétt. Eins og gert hefur verið á vettvangi Verslunarskólans, þar sem að menn hafa sett bara inntökuprófanemendur og það kemur í ljós að fólk kemur með sömu einkunnina, sömu skólaeinkunnina inn í stofnunina en þekkingin á geysilega miklu bilið, eða það að segja fólk misvel undirbúið. Óttastu ekki í þessu kerfi að við verðum hist og her með nemendur sem að fá endurgjöf innan þessa skóla en ekki annars og þetta verður ekki samræmt í lok dags. Skiptir það kannski ekki máli? Ég óttast þá sýn sem þú ert að lýsa hér og ert í raunin að tala að það þurfa að taka upp samræmd próf aftur með sama hætti og gömlu samræmdu prófin voru. Það ekki góður mælikvarði á skólastarf. Það hvernig þessi matsferill byggður upp, hugsunin á bakvið hann, miklu framsýnni, að gefa svigrúm til þess að prófin séu lögð fyrir ákveðnum prófaglugga. Við sjáum að við erum byrjuð að nýta þetta varðandi lesfimmina, þar sem verið að prófa með samfelldum hætti, sumt af því skylda. Við munum fá gögnin inn í miðlægan gagnagrunn. Ég óttast það ekki að, ég verður bara að segja það, ég held að þetta muni skila miklu gagnvirkari niðurstöðu. Við fáum miklu betri gögn og að gefa svigrúm í ákveðnum prófaglugga til þess að meta nemendur með ákveðnum hætti. Það gefur miklu betra svigrúm. Þetta svona svipað að segja, Stefán, að ef þú verður að sækja sem spyrill á Fox News að þá það eina sem myndi skipta máli væri frammistaða þín í þessu viðtali hérna þó hún sé mjög góð, sko, skilurðu? Ég myndi ekki þurfa að sækja þeir myndu bara sækja mig, sko. Þú veist hvað ég á við, sko, þú veist, ég að meina það að við erum að tala að meta jafnt og þétt. Ef þú tekur til dæmis lesfimmina og lesskilningin, við erum að tala að í lesfimminni sérst að prófa vor og haust, þú sést að nota þetta á gagnvirkan hátt, svo sé ákveðin atriði skylda, þú getur fylgst með þessu inn í miðlægum gagnagrunni, þú fær miklu betri sýn á stöðu nemendans þarna og dag frá degi. Býtu nú hægur. Ég er ósammála í þessu, Stefán. Þú talar gagnvirka mælikvarða. Ef við skoðum gögnin, þá sjáum við það að fram til 2009 voru íslenski nemendur, þá stóðu þeir að jafnfætis öðrum nemendum innan OECD þegar kom að náttúruvísindum, stærðfræði og lesskilningi. Árið 2009 tekur ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur ákvörðun það að afnema samræmduprófin. Hvað hefur gert síðan? Þú þekkir þær tölur. Ísland skrapar botnin. Það aðeins Grikkir innan OECD sem að standa sig verr og samt erum við með dýrasta grunnskólakerfi í Evrópu. Það til marks það ef þú talar gagnvirka upplýsingagjöf að samræmdu prófin hafi verið einhvers konar neikvæðu gerandi innan skólakerfisins? Nei, en þú ert jafnframt að gefa þér að þetta sé eingöngu samræmdu prófin sem að þarna valdi för. Þetta er stærsta breytingin sem hefur verið gerð á grunnskólakerfinu á þessu tímabili. Það sem að ég var að segja Ef ekki að draga eðlilega ályktun af því. Það sem að ég var að segja þér að þegar að menn að tala það að vilja fá samræmdu prófin aftur í þessari mynd sem þarna voru sem punktstað á einum stað versus það að vera með mælingu, ég get notað orðið gagnvirkt eða eitthvað annað, mælingu sem yfir ákveðið skeið, mælingu sem gefur líka tækifæri til þess að tengjast við félagslegar breytur. Það skiptir máli, það miklu betri aðferð. Félagslegar breytur eru líka í gangi í löndunum sem við berum okkur saman. Þau eru líka takast mörg hver á við mikinn innflytjend á flóttamann og annað þeim túr. Það ekki sér íslenskt fyrirbæri. Það sem ég að benda á að það var gerð mikil breyting árið 2009 á kerfinu þegar að samræmdu prófin voru lögð niður. Síðan þá hefur kerfið verið á leiðinni niður í ræsið hjá okkur. Dregur enga ályktun af þeirri staðreynd að þetta stærsta breytingin og að þarna hefst einhver ferill eða einhver atburðarás sem ekki sér fyrir endan á. Ég dreg þá ályktun, ég ætla bara að segja ég dreg ekki þá ályktun að við að fara aftur yfir í gömlu samræmdu prófin og þau séu lausnin. Ég dreg þá ályktun að það sem við erum að vinna núna og ég hef farið yfir eru menntaumbætur á mjög breiðum grunni þar sem við sannarlega ætlum að hafa gagnadrifna hugsun en ætlum að vinna það þannig að það nýtist dag frá degi.
ég dreg ekki þá ályktun að við höfum að fara aftur í gömlu samrændu prófin. Hvað það sem veldur því að þetta allt í klessu hjá okkur þegar við berum okkur saman við aðra þjóðir? Hvað finnst þér til dæmis þá yfirlýsingu yfirmanns skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar sem að fer fyrir langstærsta grunnskólakerfi landsins, að menn hafi bara ekki lagt neina áherslu á PISA á síðustu árum hér á landi, sem þó samræmdur mælikvarði, gagnvirkur samræmdur mælikvarði OECD-ríkjanna. Já, þú nærið ekki að nýta þetta með þeim hætti sem að þú getur nýtt þetta nýja matskerfi, en svo eru auðvitað líka fleiri þættir sem þarna ráða för. Við getum farið yfir hversu margir raungreinakennarar eru til staðar, íslensku kennarar, stærðfræðikennarar. Eru þeir færri en þeir voru 2009? Við getum farið yfir hvað hefur verið sett í námsgagnaútgáfu frá þessum tíma. Eru þeir færri? Nei, ég bara segja það eru fleiri þættir sem þarna ráða för. Og hafa orðið stórkostlega breytingar á því eins og varðandi þetta kerfi. En minnst þú aftur verið að tala fyrir því að eina lausnin til lausnar þessu sé að taka upp aftur samræmd próf. Ég að segja þér. Þú ert bara að tala gegn því kerfi, það er það sem ég að benda á. Nei, það sem ég að benda á að við viljum horfa til þessara nýju lausna en ekki gamalla samræmdra prófa sem voru ekki farin að virka. Við viljum horfa til þess að geta mælt nemandann með breiðari grunni og þannig að það nái þessum tvíþætta tilgangi. Það er annars vegar að þjónusta nemandann dag frá degi inn í kennslustofunni, fylgjast með framförum hans, geta gripið fyrr inn í, geta gripið nemandann þegar raunverulega sést að hann er að fara, er að draga stattur úr og geta gefið þessar tölfræði upplýsingar inn í kerfið og það gerir lagafrumvarpi sem að ég búin að kynna ráð fyrir þegar það verður lagt fram á Alþingi. Það gerir ráð fyrir því að við höldum utan þetta á einum stað og miðlum síðan ópersónulega greinilegum gögnum stöðu skólakerfisins. Varðandi upplýsingagjöfina. En síðan já. Ætlar þú að keyra á það mat kennarasambandsins að það megi ekki birta niðurstöður úr þessum matsferli niður á einstaka skóla? Frumvarpi gerir ráð fyrir því að við eigum að birta ópersónulegar tölfræði upplýsingar en ég eindregið þeirra skoðunar að ef að þú ætlar að birta mjög gaumgæfilega þá þarftu líka að hafa inn í félagslegu mælikvarðana og það sem lítur að því. Markmiðið okkar eigum við ekki bara rétt að vita hvernig hver stofnun stendur sig? Nú hafa menn sagt að það eina sem skiptir máli, það var sérfræðingar stigið fram og sagt að eina breyta sem skiptir máli, Helgi Grímsson fyrrnefndur, að það sé bara menntunarstig og tekjur foreldra sem að ráði öllum það hvernig nemendum vegnar í skólakerfinu. Þurfum við eitthvað að vera með þetta skólakerfi ef það er niðurstaða? Þetta er nú skrítin ályktun Nei, þetta er ekki skrítin ályktun. Ef þetta eru einu breyturnar sem skipta máli, þú þekkir eins og ég fólk sem kemur frá fátækum heimilum sem hefur staðið sig vel í skóla. Það er ekki eina breytan í þessu, það er fjarstæðukennt að halda því fram. Skólakerfið, það eru tvíþætt þarna sem við þurfum að taka inn í. Annars vegar það að skólakerfið á að vera með öfluga gæðamenntun og við erum í miklum aðgerðum til þess að mæta því. Við erum ekki með gæðamenntun sem að sést á mælikvörðunum sem við höfum. Hitt atriðið er þessi félagslegu áhrif sem sannarlega eru til staðar. Hvar þurfum við að beita í auknumæli jöfnuði inn í skólakerfi til þess að grípa einstaklinga til þess að þeir geti öðlast þessa gæðamenntun. En getum við það nema við birtum mælingarnar á það hvernig skólarnir standa sig? Er það ekki fyrsta skrefið? Þar þarft þú að birta félagslegar upplýsingar á breiðari grunni með sama hætti. Byrja menn ekki að sjá hvaða skólar standa sig verst í því að uppfræða nemendur samkvæmt hinu samræmda mælikvarða matsferilsins og að þá sé hægt að grípa inn í. Vegna þess að ég held að bæði foreldrar og líka kennarar sem að velta fyrir sig hvað þeir eiga að ráða sig í vinnu. Af hverju eiga þeir að vera í myrkri það hvaða stofnanir eru að rísa undir þeirri kröfu sem við gerum til þeirra og hver ekki? Það er gert ráð fyrir því í frumvarpum þennan nýja matsferil að tölfræði upplýsingar séu birtar ópersónugreinanlegar niður á skóla. Hins vegar, það er gert ráð fyrir þessi útfært í reglugerð samkvæmt frumvarpinu og nú það í samráði. Starfshópurinn vill að þetta sé gert að ríkislengdarmáli? Hins vegar, Stefán, skipta máli þessar félagslegu breytur og mér finnst þegar að menn að tala mjög þröngt að eini mælikvarðinn sem skiptir máli að birta
sé námsmat í ákveðnum greinum en ætla að sleppa þessum félagslega vinkli, mér finnst það ekki til marks að menn vilji nýta tölfræðina með sama hætti. Félagslegi vinkil, það skiptir engu máli ef að börnin kunni ekki að lesa. Nei, en það skiptir oft máli ef að... Það skiptir engu máli ef börnin kunni ekki að reikna. Nei, en Stefán, ef þú ert ekki tilbúin til þess að horfa á félagslega grunninn samhliða og samspilið þarna á milli, horfa á það sem heild, þá ert ekki að fá þessa heildstæðu mynd sem skiptir máli. Vegna þess að ef þú ert að bera saman til að mynda skóla sem að með, eigum við að segja, 80% nemenda með erlendan tungumál og menningabakgrunn frá lágtekju heimilum. PISA-kannanir að gera þetta, þær taka tillit til þess. Þetta er ekkert vandamál, þetta er sjálfleyst mál. Og hins vegar eigum við að bera það saman við skóla sem að eru með börn sem eru með úr efsta lagi samfélagsins, allir með íslenskan bakgrunn. En þið ekki bara að fara í kringum þessi máli eins og köttur í kringum heitan graut, þið þorið ekki að horfast í augu við það að skólarnir standa misvel út af félagslegum bakgrunni mögulega eða þjóðerni fólks. Það er nákvæmlega það. Það er ekki að birta mælingarnar eins og þeir eru svo að það sé hægt að aðstoða þau börn sem að þá þurfi meira aðstoð. Það er nákvæmlega það og ef þú skoðar, af því að þú ert að tala um mælingar og gögn. Þú með heila stýruhóp þar sem að þínir fulltrúar sitja og reyndar með kennarasambandinu líka og það lögð þung áherslu á það af hálfu þessara aðila að þessi gögn niður á skóla séu ekki birt, að þetta sé leyndarmál, að þessar upplýsingar verði undanskildar upplýsingalögum. Það er mjög alvarlegt mál. Ef þú skoðar frumvarpið sem liggur fyrir, við skulum fjalla frumvarpið sem liggur fyrir þinginu, sem meiningin að leggja fram á þinginu, þar sem að þetta er inni. Og ég er búin að svara því hvernig þetta er þar, hvaða upplýsingar verður að tala um þar. En ef þú skoðar síðan hinn gögnin, og að því við erum komin til gögn, að fáir hafa meiri áhuga á því heldur en sá sem hér situr. Við erum nýlega búin að opna mælaborð farsæld barna þar sem að við erum með gögn sem niðurgreinanlega eru niður á sveitarfélög og fleiri þætti. Þú getur skoðað landsvæði sveitarfélög sem byggjast á spurningum barnanna sjálfra, býtu leið mér að klára. En grundvöllur af farsældinni er þekkingin. Síðan erum við að fá núna miklu ítarlegri gögn sem að tengjast menntuninni. Og ef við getum tengt þessi gögn saman og átta okkur á heildstæðan hátt á því hvernig við getum bætt stöðu barna á Íslandi og það er einmitt eitt af frumvörpunum sem ég er með á þingmálaskránni í vetur, það er hvernig getum við tengt öll þessi gögn saman, þau sem við erum að fá úr menntakerfinu og þau sem við erum að fá á hinu stöðunum, þá getum við náð með heildstæðum hætti utan börn í íslensku samfélagi. Má ég þá skilja þig þannig? Það eru fáir sem hafa jafn mikinn áhuga á þessu og þá getum við líka, að þú varst að tala um nýtingu á fjármagni. Þetta vísar þá til þín sjálf? Nei, með áhugan á þessu? Nei, með nýtingu á fjármagni, þá gefur okkur líka tækifæri og þetta er mikið ástríðumál hjá mér vegna þess að þegar við höfum unnið að lagabreytingu sem við erum að vinna og við erum að setja inn árangursmælikvarða inn í eiginlega alla samninga sem við gerum núna þar sem við ætlum að mæla tölfræðilegan árangur í viðkomandi verkefnum. Og mæla fjárhagslegan ávinning af því að aðstoða börn með ólíkum hætti. Þá getum við tengt saman menntakerfið við þetta og veistu það, ef við náum því, þá erum við komin á þann stað að geta gert svo miklu betur í málefnum barna, bæði varðandi menntun en líka varðandi þessa félagslegu þætti sem að mér finnst þú gera dálítið lítið úr og þeir skipta miklu máli. Ég hef ekki gert lítið úr einu hér. Ég er bara að vísa í það að við skröfum botninn samkvæmt PISA-könnunum og þið hafið svör við öllum þeim spurningum sem að ekki tengjast í hvernig við getum bætt á stöðu. Það sagt ég að þetta eru félagslegir mælikvarðar, við þurfum að horfa á aðra mælikvarða og þetta er svona hinsegin. Við erum í alþjóðlegum samanburði í næstverstu stöðunni. Þetta er skammarlegt. En Stefán, ég er búin að fara hér yfir aðgerðirnar sem eru að koma inn til þingsins. Við vorum að kynna bara fyrr í þessari viku einhverjar umfangsmestu breytingar sem hafa verið á námsgagnaútgáfu í líklega einhver 100 ár. Ef að haft er eftir þeim sem að meðalans hafa verið í stýrihópnum. Við ætlum að tvöfalda þróunarsjóð námsgagnasjóð. Þannig ertu komið með einn anga. Staðan er svo að þú verður með fjölþættum hætti að stíga inn til þess að ná breytingum á menntakerfinu. Mér finnst það ákveðin svona einföldun að það sé einvörðungu
samræmd próf og mælikvarðar sem tengjast því sem geta hjálpað. Það er engin að tala fyrir því. Ég er ekki að segja það. Það sem ég er að benda á það að kerfi sem að þið eru að leiða inn núna eða segist alltaf leiða inn 2025 eða 6 eða hvernig það verður, þetta er kerfi sem er mótað og innleitt núna af fulltrúum sömu aðila og tóku þar ákvarðanir sem hafa leitt til þess að kerfið hjá okkur skrapar núna botnin á heimsvísu. Þú sagðir rétt áðan að við varum að koma ill út úr PISA og ég hefði engar áhyggjur á því og það veru engar aðgerðir til þess að mæta því. Ég er að segja þér, það eru fjölþættar aðgerðir sem þarf til þess að mæta þessu. Þú heldur að þessar aðgerðir muni hífa okkur upp í PISA? Aðgerðir sem að ná með fjölþættum hætti inn í skólastofuna, námsgögnin eru eitt þeirra. Síðan erum við með frumvarp sem ætlunin að samhæfa og auka þjónustu við skólakerfið hins vegar. Þegar þú ferð á kaffistofunir í skólanum og spjallar við kennarana, sömu kennarana og við vorum að tala um að séu jafnvel að fara í aðra stöður og svo framvegis, þá þráðu þeir að fá meiri aðstóð og þjónustu, það er það sem ný stofnun er að byrja að gera í auknum mæli. Stofnunin gerir það ekki, það eru sveitarfélögin sem að veita kennurunum aðstóð. Það er reyndar þannig. Þessi nýja stofnun mun ekki aðstóða kennarana beint. Jú, það er þannig að við erum að aðstóða við innleiðingarverkefni. Sem að reka skóla. Við erum að aðstóða við innleiðingar, það er hugsunin á bakvið heildstæða skólaþjónustu þvert á skólastig að ríki og sveitarfélög vinni í fyrsta skipti síðan 94 með svona djúpum hætti saman að því að innleiða breytingar á skólastarfi. Við erum að byrja að stíga fyrstu skrefin inn í það, við erum að sjá það, byrja að gera eins og til dæmis móttöku barna með erlenda tungumál og menningabakgrunn. Af hverju Stefán, er einhver munur á 16 ára barni sem í 10. bekk í grunnskóla og 1. ári í fjölbrautaskóla, það þarf líklega nákvæmlega sömu aðstóðun á mörgu leyti en annað er hjá ríkinu og hitt á sveitarfélögum. Af hverju erum við ekki að vinna saman að því að þjónusta það að aðstóða skólana við að taka á móti þessu börnum? Þetta erum við að byrja að gera núna. Ertu að leggja til að ríkið taki grunnskólan aftur yfir? Nei, við erum að vinna saman að því að búa til heildstæða þjónustu til þess að aðstóða skólana, til þess meðal annars að ná fram breytingum á menntakerfinu. En tölurnar sýna að það hefði þurft að gerast fyrr. Já, og ef ég ætla að segja þér eitthvað eitt, ef eitthvað hefði þurft að gerast fyrr, þá hefði það verið að aðilar í íslensku menntakerfi hefðu farið að tala saman fyrr, vinna saman fyrr. Það byrjaði með vinnslu menntastefnunnar sem Lilja lagði fram, þar sem var farið með öllum aðilum, allir unnu saman því að forma stefnu. Við höfum dýpkað það samtal og þá samvinnu og sú samvinna er að færa okkur áfram inn í stærstu breytingar í íslensku menntakerfi. Það vantar peninga inn í þetta. Og kennara kvart undan því að það vanti meiri aðstóð, meiri stuðning inn í skólastofunar, ekki síst það sem að börn með annað móðurmál en íslensku eru í stórum hópum. Á sama tíma og kallar eftir þessum peningum, þá tekur þú eða takir þið ákvörðun það í sambandi og samtali við verkefnisforystuna að gera skólamáltíðir fríar á Íslandi. Ég velti fyrir mér hvort að þetta sé rétt forgangsröðun eða hvort þetta sé tilraun til þess að draga fókusinn frá hinu raunverulega vandamáli sem þessar mælingar. Hvaða tilgangi á það að þjóna að veita fjármagni sem á skornum skammti í það að borga niður skólamáltíðir fyrir þúsundir barna sem koma frá heimilum, 10.000 barna, frá heimilum sem geta vel borgað fyrir þessar máltíðir og vilja gera það með glöðu geði. Af hverju var ekki hægt að hafa kerfið með sama hættu áður var að foreldrar efnaminni heimila gátu fengið aðstoð eða greiða fyrir þetta? Af hverju þurfa börnin í Garðabæ sem skutlaðir í skólan á 30 milljón króna reynsógurum að fá þessar skólamáltíðir fríar? Þarna, Stefán, er við algjörlega ósammála. Ég hef ekki lýst þetta í skoðun, ég er bara að spyrja þið spurningar. Ég hef séð ég er algjörlega ósammálaður þarna. Ég hef mjög sterk... Hverju ertu ósammála? Ég er algjörlega ósammála því að Ertu þetta ósammála því að þessi börn þurfi ekki á þess að halda? Þú er nú leyfa mér að svara. Þú hérst langa ræðum, svona túlkandi ræðum það hver mín sín væri á þessi mál, þannig ég verð að fá að svara því. Þegar að kemur að gjaldfrjálsum skólum í íslensku samfélagi, þegar kemur að skólastarfi í íslensku samfélagi, þá er það algjör grundvallarréttindi að skólar grunnnám sé gjaldfrjálst. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna kveður á það að skólar eigi að vera ókeypis og gjaldfrjálsir. Leið mér nú útskýra. Skólar eigi að vera gjaldfrjálsir og án endurgjalds.
Það þýðir að það sem inn í skólanum, hvort sem eru skólamáltíðir, námsgögn eða annað, skólafatnaður, sé gjaldfrjálst. Skólafatnaður, skólatöskur. Við erum í fötum innan og utan skóla, sko. Við borðum líka innan og utan skóla. Já, en það sem inn í skólanum sé gjaldfrjálst, þetta séu réttindi barna að njóta gjaldfrjálsar menntunar og ef við skoðum bara tölfræðin í þessu, þar sem að við erum búin að ræða talsvert tölfræði hérna og áhuga menn báður það, þó við séum kannski ekki alveg sammála svona útfærslurnar, þá það þannig að við erum að sjá það í íslensku samfélagi að menntakerfi, og þetta sýna bara PISA-niðurstöðurnar, að menntakerfið okkar hefur í gegnum tíðina, það hefur ekki verið munur þegar kemur að félagslegum bakgrunni eða hvernig bakgrunnur heima fyrir Akkur þarf það að ráðast í þessu aðgerð. Og hluti af því að við viljum mæta börnunum þannig að þetta verið gjaldfrjálst. Þannig að það byggir á gögnum, það byggir á rökum. Nei, gögnin segja að það sé ekki félagslegur munur. Nei, það var þannig. Það að breytast. Ísland skar sig úr. Það ekki að breytast út af máltíðum. Ísland skar sig úr, en þá... Börn frá efnaminni heimilum geta fengið þetta niðurgreitt og sveitarfélögin gera það með glöðu geði. Allir taka undir það að þeir sem ekki hafa efni á því að kaupa mat fyrir börnin sín fá stuðning til þess. Af hverju eru þið að borga niður mat fyrir þau þúsundir barna sem koma frá heimilum þar sem nóg til? Af hverju það rétt forgangsröðun á fjármunum sem af skornum skammti? Finnst þér það rétt forgangsröðun? Ef við þurfum að bregðast við með forgangsröðun í íslensku samfélagi sem við sannarlega þurfum að gera og ég hef lagt fram tillögur í því gegnum minni ráðherratíð og við getum rætt það sérstaklega, þá á það ekki að vera þannig að það sé gagnvart réttindum barna sem eiga rétt á því að ganga í gjaldfrjálsan skóla og ég ætla bara að segja þér það, Stefán, að ég þekki það af eigin raun að búa við þær aðstæður að það sé ekki til peningur fyrir nauðsynlegum atriðum eins og til að mynda því sem að aðrir geta valið, kvíðan fyrir því að það við fatnaði líka, allir þá ekki að fara að kaupa fatnaðina börnin. Skólinn grunþjónusta í íslensku samfélagi og ég algjörlega... það næsta skref? Nei, þú verður að leyfa mér að svara. Ég algjörlega á andstæðu meiði við þetta og ég ætla bara að vitna í varaforsetaefni Kamilu Harris sem sagði það að ef að þetta væri vond pólitík að vilja forgangsraða þannig að við séum að bjóða öllum börnum upp á þetta, þá glaður ber ég þá orðu að standa fyrir slíka vonda pólitík. Heitir þetta ekki bara einfallega að vera góður á kostnað annarra? Þið að borga niður máltíði fyrir fólk sem þarf ekki á því að halda. Hvar á það að enda í ríkissjóði sem rekinn með 20.000 milljóna halla á ári hverju og í kerfi sem að þú ferð fyrir? Það sem að vantar peninga til að borga fleiri kennurum, fleiri leiðbeinendum, skólagögnin sannarlega. Hluti af því að búa til skólakerfi með jöfnuð að standa við bakið á börnum og þetta sé réttindi þeirra. Ef við viljum, þá leyfir mér aldrei að svara, Stefán. Ef að við viljum hagræða og nýta fjármagn betur, þá skulum við gera það í einhverju sem tengist útgjöldum beint hjá okkur fullorðna fólkinu. Ekki hjá börnunum og ég skal glaður koma með þér í það ferðalag að telja upp nokkur atriði sem við getum nýtt þar. Skólamáltíðir eru útgjöld foreldranna ekki barnanna. Nei, skólamáltíð réttindi barna inn í skólunum. Réttindi barna inn í skólunum að fá gjaldfrjálsan skóla og þarna erum við bara ósammála. Þarna eru til dæmis minn flokkur, Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn ósammála nálgunin á þessu, en sem betur fer vorum við með öfluga framsýna verkalýðshreyfingu sem lagði þetta til og ég glaður styð þetta, ég stoltur af því og við höfum að halda áfram á sömu braut hvað þetta snertir. Talandi ríkisstjórnarsamstarfið, þetta ekki að vetur setjandi, það allt í háa loft, þið þolið greinilega ekki hvert annað og eru það öndverðu með í öllum málum hver ráðherra fer sínu fram, ráðherra geta brotið lög og stjórnarskrá á þess að það hafi afleiðingar fyrir stjórnarsamstarfið. Hvernig mun þetta enda? Ætlið þið að sitja fram á haustið 2025? Já, það enda náttúrulega... Í síðasta lagi það. Sko, ég ætla bara að segja fyrst aðeins að taka út frá þeim verkefni sem ég með. Það þannig að það eru stór frumvörp á leiðinni inn í þingið. Við erum búin að nefna hérna matsferil, skólaþjónustu, námsgagnafrumvarp, gagnafrumvarp í málefnum barna. Ég á leiðinni með æskulýðslög, barnaverndarlög og fleiri mál sem hafa tekið tíma í vinnslu.
Ég ætla mér að klára þessi verkefni persónulega, koma þeim inn til þingsins, gera þau að lögum vegna þess að ég trúi á þessi verkefni. Og hef mikla ástríðu fyrir þeim raunar og bara elska að vinna í þessu málum á hverjum einasta degi. Hitt auðvitað þannig að það eru innan stjórnarsamstarfsins sjáum við alveg að það eru skiptar skoðanir varðandi ýmis mál og það þarf engan sérfræðing til þess að sjá það. Hefur einhver að trúa því að þú náir endurkjör í Reykjavík norður ef að þið klárið þetta kjörtímabil með sama hætti og verið hefur hér síðustu vikur og mánuð? Já, við ætlum okkur að klára þessi mál. Ég ætla mér að klára þessi mál. Það var ekki spurningin. Spurningin var hvort að þú tellir einhverja líkur á því að þú náir endurkjöri. Duga skólamáltíðurnar og gjaldfrálsu námsgögnin til í því sambandi? Ég ætla bara að segja þetta, svarið við þessu er mjög einfalt. Ég hef mikla ástríðu í málefnum barna. Ég flutti mig til Reykjavíkur í framboð vegna þess að mig langaði að vinna málefnum barna. Ég hef sett þau á oddinn, ég ætla að gera það áfram. Var það ekki hægt úr norðvesturkjördæmi? Nei, ég hef nú útskýrt það af hverju ég vildi gera það vegna þess að mig langaði að berjast meira fyrir því sem að líti að málefnum barna í félagslegra veikri stöðu og svo framvegis og taldi að það væri heppilegra að gera það í þéttbýli og brann ekki jafn mikið fyrir öðrum verkefnum sem tengjast dreifbýlinu með sama hætti. Það var bara sagt á fullum heilindum og einlægleika. Mér finnst mjög gaman að vinna þessum verkefnum. Ég vil koma þeim til hafnar. Við erum að sjá breytingar gerast. Ég er stoltur af því að fylgja þeim á eftir og svo verður bara framtíðin að sjá hvað annað ber í skauti sér. Ég held að staðan hafi nú verið dræmar í Reykjavík norður þegar að ég tilkynnti framboð þar í aðdraganda síðustu kosninga heldur en núna. Þannig að ég fylgi minni ástríðu, ég fylgi mínum verkefnum, ég hef mikla ástríðu fyrir þeim, mér langar til þess að koma þeim áfram og þannig ætla ég að vinna hér eftir sem hingað til en jafnframt að því að ég er samvinnumaður og þú hefur gagnrýnt svolítið hvað ég er að vinna mikið með ólíkum aðilum. Ekki gagnrýnt það. að þá vil ég líka gera það í samstarf og samvinnu við ólíka aðila. Ég trúi því svo sannarlega að ef við vinnum þétt saman þetta samfélag, vinnum ólíkir aðila saman, þá hreyfum við málin hraðar og við komum breytingunum hraðar í gegn sem hagsmuni fyrir börnin okkar sem eru framtíðin. Ég held að velkist enginn í vafa það, Ásmundur Einar, sem að fylgst við með þessu gagnvirka samtali okkar að kosningavetur er hafinn. Takk kærlega fyrir komuna í Spursmál. Takk. Gott að sjá þig. Sömuleiðis. Þá er ekki meira á vettvangi Spursmála þessa vikuna, enda kannski nóg komið. Við hlökkum til að sjá ykkur hér á sama tíma að vikuliðinni. Verið þið sæl.